Segja má að ofbeldi hafi fylgt þjóðinni frá fyrstu tíð. Þótt Íslendingar hafi fljótlega eftir landnám sett lög til að sporna við glæpum, voru brestir í samfélagsgerðinni. Þetta ofbeldisfullt samfélag eins og öll samfélag á miðöldum eru og meðal annars vegna þess að ríkisvaldið ekki komið til að hemja ofbeldið. Það eru reyndar lög en það eru önnur aðferð sem notuð til að hemja ofbeldið í samfélaginu. Það er aðferð sem er kennt við samfélag hefndarinnar, samfélag fæðardeilnanna, samfélag heiðursins. Á þjóðveldistímanum voru hvorki lögregla né fangelsi. Verndin felst í því að þar ríkir gagnkvæm hefndarskylda. Ef einhver gerir eitthvað á þinn hlut, þá kemur ættin. Henni ber skylda til að hefna þín og ná fram einhvers konar hefndum eða bótum hjá þessum aðila sem gerir þetta á þinn hlut. Þó þetta sé samfélag án ríkisvalds, þá þetta samfélag með lögum og þarna í svona tilfellum hægt að höfða mál á þingi og þá eru menn dæmdir til að greiða sektir eða dæmdir í útlegð. En þetta var aðferðin í samfélagi þjóðveldisins og við sjáum þetta í lögunum en við sjáum þetta líka mjög vel í fornsögunum. Það er athyglisvert að í Íslendingasögum eru konur lykilpersónur í framvindu átakanna. Konur eru gjarnan í hlutverki að hvetja menn til hefnda. Ef að menn eru of sáttvúsir, ef að menn láta ganga yfir sig með einum eða öðrum hætti að því samfélaginu finnst að þeir hafa niðurlagt sig eða verið niðurlægðir, þá koma gjarnan konurnar og hvetja þá áfram og maður sér dæmi þetta bæði í Íslendingasögum en líka í Sturlungu. Rannsóknir sýna að konur eru miklu friðsamari en karlar og þær fremja jafnaði ekki nema 10 til 20% af öllum afbrotum. Margar kenningar hafa verið settar fram til að skýra hvers vegna svo er. Það er sjálfsagt engin líffræðileg hindrun fyrir því að konur fremji brot til jafns við karla, en þær gera það hins vegar ekki. Skýringarnar sem menn staldra við eru félagslegar og menningarlegar skýringar. Að konur eru mjög félagsmótaðar, jafnvel of félagsmótaðar, meðan að margir karlar eru vanfélagsmótaðir. Og svo til viðbótar er hægt að benda á það að konur eru meira aldur upp við umönnunarhlutverk, mæðrahlutverkið og það gera hugsanlega verkum að þær rækti með sér annars konar siðferðiskennd en flestir karlar. Það er að segja að gera það verkum að þær hafi meiri sjálfstjórn og grípi ekki eins mikið til afbrota eða óhæfuverka eins og karlar. En það voru karlmenn sem réðu á Sturlungaöld og þá áttu allir helstu höfðingjar landsins í blóðugum átökum sem lauk með því að Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd 1262. Engu að síður telur Torfi Tulinius að ofbeldi fram að því hafi ekki verið meira en nú er þótt bókmenntirnar gefi annað í skinn. Það sem varðveitist í handritunum, í fornsögunum endurspeglar ekkert endilega magn ofbeldisins í samfélaginu. Ég hugsa að þetta samfélag hafi ekkert verið í raun og veru ofbeldisfyllra heldur en samfélag okkar í dag. Það hafi bara birtist með öðrum hætti. Í samfélagi nútímans virðist langt í að glæpum verið útrýmt og umdeilt er hvort refsingar dragi úr afbrotum. Þegar umræðan alvarleg brot verður hávær, heyrist ofta að dómar séu allt of vægir. Við heyrum oft í fjölmiðlum að refsingar á Íslandi séu allt of vægar og þess vegna töldum við að mikilvægt væri að rannsaka afstöðu almennings til refsinga. Og við notum hefðbundnar símakannanir og þar fengum við einmitt þessa tilfinningu fram að almenningu telur refsingar allt of vægar. En þá ákváðum við að við þyrftum að rannsaka þetta á dýpri máta, að nota aðrar aðferðir sem koma meira inn á þekkingu borgaranna á refsiviðurlögum, gefa þeim sjálfum sér ákveðna fræðslu þær og síðan líka að gera þetta út frá ákveðnum afbrotamálum. Það er að segja að láta almenning raunverulega bara dæma tiltekin afbrotamál. Og niðurstöðurnar úr því voru að afstaða almennings var í það heila tekið ívið vægari en þeir dómar sem dómarahópur hafði komist að í sömu málum. Þannig að þetta mat almennings að dómar séu og vægir, að það er kannski ekki alls kostar rétt. Dómstólarnir eru í raun harðari en almenningur oft á tíðum telur.